Ok, góða kvöldið og velkomin á þennan íbúafund. Þetta er kannski rétt í byrja að kynna mig. Ég heiti Eggert Valur og er oddviti sveitarstjórnar og hef tekið að mér að stýra þessu fundi. Nú, þetta er kannski ekki heppilegasta veðri fyrir íbúafund en þó, það er nú bara þó svolítið að fólki mætt og svo erum við með fundin í streymi líka. Dagskráin er nú kannski ekkert flókin. Við ætlum að byrja á því að svona fara yfir, Jón ætlar að fara yfir svona helstu lykiltölur úr ársreikningnum fyrir síðasta ár sem að við afgreiddum á síðasta fundi sveitarstjórnar. Því næst ætla arkitektar frá Basalt stofu sem hafa verið að vinna að deiliskipulagstillögu í Bjargshverfinu að kynna tillöguna og þegar þau eru búin þá held ég að sé bara fínt að við opnum bara fyrir spurningar ef ykkurar eru skipulagið og svo í restina þá munum við opna fyrir sem sagt önnur mál ef það eru ykkur spurningar og við gerum okkar besta til að svara þeim svona til bestu getum. Þannig að ég held að byrjum bara, Jón, vilt þú ekki rúlla aðeins yfir þetta? Gerðu svo vel, Jón. Já, góða kvöldið. Já, þarna það er ársreikningurinn fyrir síðasta ár. Þarna við ætlum aðeins bara að fara aðeins yfir lykiltölur og svo er náttúrulega bara sjálft að spyrja það ef er eitthvað, þannig að þið getið bara spurt úr sal, bara beint og þarna bara hátt og snjallt, þá bara kemst allt til skila í útsendingunni. En svona til að rúlla bara svona aðeins að stað yfir þetta og svona helstu lykiltölur og ég vek athygli á því að þið getið nálgast ársreikninginn á heimasíðu sveitarfélagsins og þá getið þið skoðað þetta allt saman í drasl og hérna rýnt í þessar tölur og eldur og yngri en allavega var svona kannski niðurstaðan hjá okkur og eins og reyndar hjá ansi mörgum öðrum sveitarfélögum að niðurstaðan fyrir árið 2024 var ágætt og svona betri heldur en áætlunin gerðu ráð fyrir. En ég svona fer aðeins svona betur í það svona í róleitunum svona hvernig þetta allt saman nú uppbyggt. Af því þetta aðeins svona, sveitarfélögin eru svolítið flókin skepna sömu leyti í uppgjörum. Við erum A-hluta, við erum A- og B-hluta og svona eitt og annað sem þarf kannski að spá í. En tekjustreymið hjá okkur er bara raunverulega svona nokkuð sterkt. Það hefur verið að styrkjast og við hefur verið að styrkja gennum árin. Þannig að í A-hlutanum þá verðum við tekjur upp á 3,6 milljarða. Gjöldin upp á 3,1 og svo ef við erum með samstæðuna á B-hlutanum þá erum við komin upp í rúmlega 3,8 milljarða og gjöldin upp á 3,1 milljarð og síðan þetta raunverulega þetta rekur sér hérna niður af því að hérna nú í öllum ákomu tölum sveitarfélaga þá nú talað þessa samstæðu á B-hlutan þegar við erum að tala það svo almennt í umræðunni þó að við sem erum nú kannski svona stúdera svona rekstur sveitarfélaga viljum nú ofta tíðum líta svolítið á A-hlutan af því að hann er ekki síður mikilvægur kannski kem aðeins betur að því og eftir af hverju það er. En þessar tölur leiða til þess að það er hagnaður af samstæðu sveitarfélagsins upp á 376 milljónir og sem er töluvert mikið betur heldur en áætlunum gerði þá fyrir, sem er auðvitað gott. Og svo ekki síður en síst að afkoman á A-hlutanum, hún er einnig líka sterk, hún er 339 tæpar og það er líka betur heldur en áætlunum gerði þá fyrir. Og það annað sem ég kannski aðeins fyrir eftirbyttur, það er ákveðin þættir sem hjálpa okkur svolítið í þessu öllu saman til þess að ná þessu, en það eru líka svona ákveðin svona strik sem er gott að hafa í huga. Síðan er hérna kannski það sem að við sem erum að reka höfum meira mestan áhuga að skoða sömuleyti, hvaða mikla peninga við höfum til þess að fjárfesta og borga á lánum og svona að vinna með svona í þessu uppbyggingu sem við erum alltaf í og það sem að raunverulega kannski er verið að líta hérna er að veltum við fyrir rekstri, það er þessi peningar sem við höfum sem sagt, svona almennt séð til þess að standa í þessu framkvæmdum okkar að það eru 650 milljónir sem hafa verið að hækka líka töluvert og það er líka sérst á A-hlutanum þá er það líka bara ágætistala sem er 494 sem er bara fínt líka og þetta er að hækka svona jafnt og þétt sem er gott sem veitir ekki af því að við erum að slá held ég örugglega met í sögu sveitarfélagsins í fjárfestingum síðasta ári
Það sem snýr að sveitarfélaginu sjálfu, við hefum verið kannski, af því að þessi samstæðuverkefni er aðeins að blöffa, en við erum að fjárfesta fyrir tæpar 900 milljónir og það er bara töluvert fé og svo er verið að gera upp fjárfestinguna og við fáum einhver gatnagerðargjöld og svona eitt og annað, en þetta er svona heilt á litið, þá er þetta rétt 900 milljónir sem við erum að fjárfesta fyrir á síðasta ári. Kemur betur á eftir nákvæmlega hvað það er. Og við gátum þetta, sem sagt, af því að handbæraféð var þó þetta sterk, eða veltuféð var þetta sterkt, réttara sagt, að við gátum þetta með því að taka einungis 300 milljónir á láni, sem var gott, af því að við vorum búin að áætla að það geti aftur verið upp í 600 milljónir. Skiptir miklu máli, sérstaklega þegar verðbólga og vextir voru með þeim hætti sem þeir voru á síðasta ári, því að bæði var verðbólga og síðan voru þeir lán sem við erum að fjármagna sagt okkar framkvæmdingin lánsjóður sveitarfélaga út af því að vextir voru af því að stýrivextir voru það háir, þá vorum við að fá hærri vexti á lánum. Þess vegna er mjög gott að geta fresta þessu eins lengi sem að mögulega getur að taka lán. Og þetta þýddi sem það var handbært fé í árslok í samstæðinu var 371 milljón sem var aðeins lækkun á milli ára og í A-hlutanum er þetta rétt 250 milljónir. En það er aðeins smá húkkur á þessu við sambandi handbæra fé og það er raunveru þetta og að því ég reynir stundum að vera leiðilegi kallinn og hann segir svolítið hvernig hlutinir eru að það er bæði handbæru fé og ákvæmutölum að það eru ákveðnir hlutir sem aðeins að trufla okkur. Við erum í alls konar samstarfsverkefnum, bæði í stórum og litlum einingum og það þarf að hafa í huga að þetta getur haft jákvæð og neikvæð áhrif á aðkomutölur sveitarfélagsins. Fer þetta bara hvernig gengur í byggðasamlögunum, en til dæmis Bergrisinn til dæmis á síðasta ári sem er málefni fatlaðs fólks, að það kom meira fé frá ríkinu, þá var ári gert upp í tölum hagnaði, þannig að menn þurfa alltaf að hafa þetta í huga. Þetta eru peningar sem að sveitarfélagið raun og veru kannski ræður ekki yfir og getur ekki ráðstafar. En þetta kemur inn í reikninga sveitarfélagana, þessi byggðasamlögulsumul. Þetta system breytist 2021, þannig að þetta er alveg samanburða hæft alltaf milli ára, þessi samanburður, en við raun og veru eigum aldrei meiri peninga inn á bankabókinu hjá okkur, heldur en raunverulega við höfum tækifæri til þess að nota. Og að við borgum tilbaka í þetta handbæra fé sem til þess að var að þá er handbæra fé sveitarfélagsins sem við raunverulega höfum, þegar maður tekur þessi byggðasamlög sem við erum kannski ekki að stýra dagstaglega, þá er það töluvert lægra og maður þarf að hafa þetta alltaf í huga. Þannig að, já, við erum bara svolítið mestari í byggðasamlögum. Það er bara verið að segja alveg svert. Þið sjáum svolítið bara hvernig þau eru uppið hjá okkur, inn í A-hlutanum og inn í B-hlutanum. En eins og segi, sum byggðasamlögin eru eiginlega bara beint inn á okkur eins og Vatnsveitan og fleiri, en síðan er annað sem er aðeins fjarlægt okkur og kannski Bergrisinn lengst í burtu frá okkur. Þannig að þetta er töluvert svona flækjustig að lesa ásetningana, en það er svo sem ekkert, það er auðvitað hlutverk okkar að reka alls konar þjónustu og inn í ásetningum eru til dæmis alls konar upplýsingar málaflokkana sem við erum að eyða í og þetta er raun og veru kannski kemur ekkert óvart að fræðslu uppeldismál er lang stærsti útgjaldaliðurinn hjá sveitarfélaginu og hefur og er hjá öllum. Þannig þið sjáið það að við erum að eyða 1,5 milljarði í það málaflokk og svo deilist þetta nú niður eins og gengur. Þannig að skattekjum er gott að fara mikið í fræðslumálin og við þurfum svo sem alltaf að augun á því. Þannig að þetta er svona þessi samanburðarfræði milli málaflokkana. Nú síðan erum við að borga auðvitað laun og þau eru auðvitað, það hefur verið svolítið mikið að frétta í launamálum á síðasta ári. Góðu fréttirnar í sambandi við launakostnað og annað að það náður svona kjarasamningar á bæði opinberum almennum markaði, svona nánast alfarið nema við kennara sem síðan kláruðust reynda núna í ár, svona eftir smá átök og það þýðir það að sveitarfélögin eru komin svona og það hjálpar okkur svolítið mikið í öllum áætlunum, fjárhagsáætlunum og öðru svona líka að vera komin með svona fasta hvernig það er. En hins vegar verður að segjast eins og er, allavega á þessu ári að það verður svona áskorun varðandi launapakkan, sérstaklega út af kjarasamningum kennara, að það verður svona svolítið áskorun þar.
En það sem var þó þannig og það kom svona smá uppgjör í lok síðasta árs gagnvart kjarasamningu kennara sem að kannski svona skýra svona smá mismun. En það sem góðu fréttirnar það að launin eru nokkuð veginn í samræmi við áætlanir sveitarfélagsins sem þá gott að því við leggjum miklu áherslu á því að það gangi upp í okkur. Þó að það getur komið ýmislegt upp á leiðina á einu ári, við þurfum að gera viðauka og ýmislegt þannig að þá viljum við svolítið þetta standist allt saman hjá okkur. Og launin eru að hækka hjá okkur, það eru kjarasamningar og það eru auðvitað sveitarfélagið, það eru að fjölga í sveitarfélaginu og stöðugjöldunum heldur að fjölga, skýrist mikið svo sem af kannski fjölgun og barn í skólum. Við þurfum að grípa inn í svolítið með börn með ákveðnar sérþarfir og svo líka bara fleiri þjónustuþarfir, heimaþjónusta hjá eldra fólki og annað, þannig að hefur allt áhrif aðeins á þetta. Þannig að sveitarfélagið bara í bullandi vexti og við erum að reyna að bregðast við því. Annað sem að kannski hafði þó jákvæð áhrif á rekstur sveitarfélagsins og umfram áætlanir, það var þess að fjármagnskostnaðurinn var minni heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Það skýrist á tvennu, annars vegar að því að verðbólga var svona eilítið minni heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir og svo hinu að við þurftum að taka kannski tæpum 300 milljónir minna í lán heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Og þetta svona bara hjálpaði okkur líka og skýrir líka aðeins þá líka hvernig niðurstöðurnar eru svolítið betri heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Þannig að eftir sem verðbólgan lækkar sérstaklega því betur lítur þetta út í okkur, þannig að við höfum allir hafa hagsmuni af því að hún fari niður. Ef við förum inn í fjárfestinguna, það er að segja eins og ég var að tala áðan að við erum að eyða þessum peningum sem við fáum í alls konar verkefni og þess að tæpa 900 milljónir sem við vorum að ráðstafa, svona það sem við vorum að ráðstafa. Það í raun og veru, ég má segja það að grunnskólinn og að uppbyggingin á skólanum hérna á Hellu, og þetta var sérstaklega annar áfangi, að hann raun og veru yfirgnæfir yfir allt annað hérna í fjárfestingunni fyrir árið 2024 og ég kem aðeins betur kannski að framtíðinni á eftir hvernig þetta lítur út. Þetta 610 milljónir sem var bókvært á skólana. Því að við erum líka komin náttúrulega í hönnunarfasa fyrir leikskólan, þannig að þetta svona, við erum komin í fasa 3 líka, hluta til. Hitt stóra fjárfestingaverkefnið sem við vorum í, það verður íþróttasvæði Hellu, Gerðugarðsvöllurinn og landakaup. Þannig inn í þessu eru bæði kaup á landi, þessum 13 hekturum sem við vorum svona að eignast, þannig við innan íþróttavöllarsvæðið og svo þá undirbúningurinn undir þá Gerðugarðsvöllinn sem verður tekin í notkun í haust. Og síðan erum við að vinna bara sífellt í alls konar öðrum málum. Gatnagerðin náttúrulega heldur áfram, við höfum verið að reyna að bæta við götum og hægt og bítandi og hafa svona undan samt sem áður á þess að fara fram úr okkur. Og við þurfum svolítið að fara í og gert ráð fyrir á þessu ára að fara svolítið að malbika þær götur sem við höfum ómalbikaðar og svo framvegis. Þannig að þetta eru þessar fjárfestingar í A-hlutanum og svo eru það fjárfestingar í B-hlutanum sem eru þá kannski þá mistengt okkur, af því að það hluta þessum fjárfestingum eru kannski samstarfsverkefni sem við erum heldur ekkert að ráða sem að við erum lítið að stýra, þessar 42 milljónir hér og þessar 50 milljónir hér. En fjárfestingarnar eru svona, það svona má segja þessu nær því sem að kannski tölunar ásendingum sem að við raunverulega sjálfir erum að standa í. Þannig að þetta bara búið að vera síðast ár var krefjandi og það bara verulega krefjandi fyrir sveitarfélagið að reyna að stilla þessu öllu saman af og reyna bara að komast yfir þær fjárfestingar sem að raun og veru búið að samþykkja og láta þetta allt saman ganga upp því að það alls konar kaplar eins og þið þekkið til þess að þarna allt ganginu upp á lokum. Annars ánægjulegt að það virðist vera líka svona kostnaðaráætlanir varðandi þessu uppbyggingu, skólan og annað síðan standast bara ágætlega sem skiptir líka miklu máli. Síðan eru svona kannski svona smá samanburðartölur af því að við erum að átta okkur á því svona hvar við stöndum. Kannski bæði samanburði við aðra og líka raun og veru hvað þol við höfum ef við þurfum að vera í lántökum eða einhverju slíku. Að svona litið á þennan A-hluta sem við varum að tala áðan, svona þennan rekstur sem fjármagnaður með skatttekjum. Að skuldaviðmiðið
fyrir árið 24 er 40% og töluvert lægra heldur en við vorum búin að áætla, sem bara fínt. Við viljum hafa þetta bara hóflegt. Veltufjár rekstri í A-hlutanum 13,6, skuldahlutfallið á 70% og veltufjár A-hlutið yfir 1. Þannig að þetta allt saman kennitölur sem við erum bara ánægð með og svona bara það sem að sveitarfélög þurfum svolítið að líta til. Ef við lítum hins vegar á A- og B-hlutan, og þetta eru svona tölur sem svona kannski alltaf meira í umræðunni, en í opinberri umræðu, það sem verið að tala hvernig staðan á sveitarfélögum gagnvart þessu, að þá erum við skuldaviðmiðinu í 50%, veltufjár rekstri þá komum við upp í tæp 17% og skuldahlutfallið 81%. Og það jákvætt í raun og veru miðað við allar þessar fjárfestingar og lántökurnar að skuldahlutfallið hérna milli 23 og 24 nánast það sama og töluvert minna heldur en áætlun sem kemur alltaf sjálfsögðu bara því að við tókum inn í lán. Og veltuhlutfallið þá komum við 1,2 sem bara fínt. Þannig að svona þessar helstu kennitölur hjá okkur og svona ef við berum okkur saman við aðra virðist vera bara alveg þokkalega heilbrigðar sem að gefa okkur þann þol og við þurfum raunveru þetta til þess að geta staðið í þessum fjárfestingum. Annað sem ásetningum, það alls konar, og það mjög gaman að frétta ásetningum fyrir þá sem að spá í þetta, það alls konar samanburður, skatttekjur per íbúa, skuldir per íbúa og svo framvegis, þannig að það er að bera eitthvað saman. En það sem líka kannski bara jákvætt og þetta styður undir ýmislegt að okkur að fjölga hægt og rólega. Ég tek fram að þetta eru tölur frá Hagstofunni, ekki Þjóðskrá. Það munar held ég 200 kvikindum á þessum tölum náður því. En það er raun og verið það þannig að Hagstofutölunar eru farnar að gilda þá inni í þessum opinberu tölum hér, en síðan í almennu umræðu þá oft verið að tala tölur Þjóðskrátölunar. Þannig að það er stundum verið að leika sér að tölum og það er held ég verið að leika sér stundum svolítið íbúðatölum. En það sem bara gott allavega það að það bara hægur stígandi í raun og veru í íbúðatölunum. Þetta svona 3-4% sem á milli ára sem mjög gott og gefur okkur bara svona, við erum þá að hafa undan svolítið í stofnana uppbyggingunni á okkur skólum og öðru. Það stundum getur verið vandamál stekk og stórt eða allavega verulega áskorun. Ef við förum aðeins inn í framtíðina, kannski þetta ár, þetta sést kannski ekki alveg nógu vel, en það sem er kannski ef við bara tala fjárfestingarnar sem við þurfum að glíma við að því við erum að gera áætlanir, fjárhagsáætlanir 4 ár fram í tíma, 25-28 og ef við sjáum hvað er framöndan hjá okkur á þessu ári, ef við náum að klára allt, að þetta reyndar samstarfsverkefni minni þessu líka, þá gert á fyrir að fjárfestingarnar getur verið 1,3 milljarða og þetta sveitarfélagið sjálft sig þá ekki í svo cirka bát 1,1-1,2 milljörðum ef við náum að klára allt og það skólinn náttúrulega langstærstur og íþróttavöllurinn aftur, það er langstærstu verkefnin. Þetta er framöndan árið 25 og þetta verður bara töff og það er töluvert líka þá að við erum ekki ráð fyrir að þurfa að taka lán þessu ári på 900 milljónir til þess að græja þetta ef þetta endar svona. Þannig að ef reksturinn er góður og tekjustreymi sterkt sem við erum alltaf að reyna að vinna að, þá vonum við bara þessi tala minnki. Og síðan er gert á fyrir að fjárfestingarnar svona feiti út svona í róleitunum, það sé 770 milljónir árinu 26 og síðan 635 árinu 27 og síðan orðið minna 28. Við sjáum það minna kannski fram í árið 28. En það sem raunur að gerast þetta hjá okkur hér, það fyrst og fremst á þessu ári hérna, það eru þá skólinn og Kjellurgarsvöllurinn, það raunur árið 26, þá erum við á fullu að fara að byggja nýja leikskóla sem gert að vera að klára að taka í notkun árið 27. Og þetta eru náttúrulega, þetta eru langstærstu framkvæmdirnar sem eru hérna. Og þá erum við bara að skoða, eins og með veltufjár rekstri, við erum að skoða hvernig ráðum við allar þessar fjárfestingar sem við erum að fara í hérna, þessi ár. Og það virðist vera alltaf sagt að þessum áætlunum og okkur sýnist nú bara árið 25 fara alveg bara þokkur á stað, þannig að það sé svona kannski ekkert að stríða eitthvað neitt svakalega, allavega ekki ennþá. Að þetta veltufjár rekstri eigi að gefa okkur ákveðið þol til standi í þessu öllu saman og við séum ekki að skuldsetja okkur of og alls ekki það sem við ráðum við. Þannig að ef við horfum svona fram á veginn að þá svona sýnist að við höfum
höfum þetta þol til þess að standa í því sem við erum að plana. En þetta er áskorun. Þetta ár, sérstaklega árið 25, þetta verður býsna stórt. Og þá skoðum við þetta líka, þetta er svona rekstrarjöfnuðurinn, þetta er ef við hugsa bara fram þessi 4 ár, og hvernig þetta var í fortíðinni, þá erum við bara raunveru alltaf í plús og skuldaviðmiðin raunveru með þessar lántökur og þessar fjárfestingar, og ef allt gengur upp varðandi velti fyrir rekstri og svona, þá erum við bara að rúlla hérna svona í róleitunum hérna í skuldaviðmiðinu. Skuldahlutfall er kannski eilítið hærra, við skjótum því kannski upp í 100% ef við getum ekki fjármagnað framkvæmdir með handbæru fé, en svona almennt séð þá bara er árið 24 bara ágætt, og okkur sýnist þetta árið 25 sé bara ekkert að trufla okkur núna, allavega ekki í bili, en maður hefur þetta alltaf bak við eyra, það getur nú allur fjandi gerst náttúrulega svona, sem að maður verður þá að vera tilbúin að bregðast við, en svona allavega er þetta svona bara sátt við árið 24, og við erum bara held ég að sigla ágætlega inn í árið 25. Takk fyrir það, Jón. Jón talaði að væri gaman að skoða ársreikninga. Ég er ekki viss að það sé almennt þannig hjá fólki að það hefur gaman að stúdera ársreikninga þó að ykkur hafi það. En svona kannski við þetta bæta að þá, eins og Jón kom inn á, þá eru þetta skólinn langstærsta framkvæmdin sem við erum í, og við höfum verið mjög heppin með tilboð í svona ákveðna verkþætti varðandi skólann. Þetta hefur verið ýmist undir áætlun, ég held bara ekkert verið yfir áætlun, þannig að við erum búin að vera mjög heppin með það, og við vorum nú að fá opna tilboð í gervigrasið, og það bara kom ágætlega út, bara svona tónaði við það sem við vorum búin að reikna með, þannig að ég held að þetta spilar allt saman, við erum heppin með þetta. Og kannski við þetta bæta varðandi fjárfestingarnar að við vonumst þess að geta vígt þennan gervigrasvöll núna á töðugjöldunum. Það er svona stefnan, það er markmið, við erum búin að vera með það lengi, og hérna svolítið skipulagt þessa vinnu þannig að það klikki ekki, og hérna og við erum svona búin að semja við svona alvöru lið til þess að koma hérna og spila opnunarleikinn hérna á töðugjöldunum. Og í framhald af því að þá, eins og Jón kom inn á, við keyptum, sem sagt, sveitarfélagið keypti 13 hektara landi þarna í framhaldi af íþróttasvæðinu, og við munum í framhaldinu hérna fara að huga því að byggja þar upp frjálsíþróttaaðstöðu, og svona erum að hugsa okkur 2-3 ár til þess að það verði til fyrirmyndar, að mikill kraftur í ungmennafélaginu hérna búin að vera á undanförnum árum, og hérna það þarf aðstöðu. Nú er einhverjir sem að vilja, er eitthvað sérstakt í þessum tölum sem þið viljið hérna spurja betur út í? Það er kannski við þetta bæta líka að eins og við vitum að þá eru mikla framkvæmdir fyrirhugaðar núna á næstu árum hérna innan okkar sveitarfélagamarka. Það er náttúrulega Vaðöldu hérna vindorku verið, og það er Hvammsvirkjun, og það er stækkun í Sigöldu og ýmislegt, og okkur sýnir svona á næstu 4-6 árum að þá verða 500-600 manns að vinna á þessu svæði, og hérna og við vonumst þetta til þess að það færi okkur einhverjar tekjur. Þannig að ég held að hérna það sé bara bjart yfir Betlehem. En hérna ef það er engar spurningar, ef þá að fara í kynninguna á skipulaginu. Eru þið tilbúin? Sælvirði. Sjá.
Já. Satan. Hvernig virkar bendillinn? Það er góð spurning. Já. Þeir eru kannski að fá eitthvað stykki í tölvunni. Kannt þú á þessa græði, Jón? Eitthvað stykki. Hérna, þessi. Já, það er ekki að plugga þessu í hérna. Já, já. Ef þú vilt skipta milli glæra, þá getur gert það, en ef þú vilt bara nota bendilinn, þá Já. er þetta bara svona, sko. Ok. Er betur að vera hérna með? Nei, ég bara spurði. Já. Nei, það er bara hér. Svona, ok. Þetta? Já. Ok. Það kemur eftir það. Já. Já, Basalt er sérst búin að vera að vinna hérna, skipulagi þessa svæðis fyrir sveitafélagið. Hérna sjáum við hérna, svona yfirlitsmynd af svæðinu, kannski skoðum hana aftur þegar við höfum rennt yfir skipulagið. Okkur langar aðeins að segja ykkur frá svona markmiðum og áherslum og því sem við viljum ná fram með því. Hérna sjáum við aðra yfirlitsmynd. Sérst þetta alveg? Er þetta svolítið ljóst? Það eru eitthvað áskipt, er það ekki? Það er ljóst. Þetta er ekki tölvunni. Nei, það er þessi svona blurrað aðeins. Þetta er ekki tölvan, sko. Nei, þetta er eitthvað skrítið, sko. En sem sagt, hérna sjáum við svæðið, þetta er rúmlega 11 hektara svæði og við erum með Suðurlandsveginn hérna og Árbæjarveginn hérna. Ég er svona, já, þetta er ekki, þetta er betra, já, já. Og hérna, hérna er svona þægilegra að skoða, við finnst að liggja betur, skoða svæðið með, við sjáum norður snýr hérna á hlið, það er búin að flippa, norður er ekki upp, flippa aðeins á milli þess. Hérna sem sagt er bara minna á aðalskipulagið 2016-28, þá erum við hérna í þessum fjólubláa reit sem búið að skilgreina sem íbúabyggð. Deiliskipulagið var kynnt í fyrra vetur með skipulagslýsingu í ferli í gegnum skipulagsstofnun og þá er öllum tengdum aðilum og hagsmuna aðilum send tilkynning og beðum að kynna sér málið og koma athugasemdir ef einhverjar eru og svo var deiliskipulagið auglýst núna í apríl, maí, þangað til 14. maí. Og þar barast nokkrar athugasemdir sem verið er að vinna úr. Deiliskipulagið er þessi uppdráttur og svo er greinagerð sem fylgir honum þar sem er verið að skýra nánar markmið og svona skilmála, svona það sem á almennt við byggðina og svo það sem á við hverja svona íbúatýpu fyrir sig. Og markmiðin eru að auka framboð á sérbílum fyrir bæinn og stækka bæinn og að byggja svona lágreista þétta byggð og vera með vistvæna byggð og gott stígakerfi og tengja svo nýju byggðina við núverandi byggð með göng og hjóla stígum yfir ána. Svo ekki sem minnst á stórkostlegt útsýni sem er frá þessari lóð að fjallasýninu og nálega við fljótið við ána. Já, hérna sjáum við að við erum búin að skipta, það er aðeins mismunandi týpur af
húsum og þetta eru svona flokkarnir í greinagerðinni, þannig að hver flokkur er með svona sömu skilmála hæðir og stærðir á lóðum, hæðir á húsum og svo framvegis. Þannig að til dæmis þessi hérna hús eru á einni hæð, á meðan þessi hérna eru par- og raðhús á 1 til 2 hæðum og svo eru hérna aðeins hærri rað- og parhús á 2 hæðum og svo erum við með einbýlishús hérna næst ánni sem trappa sig niður í landhallanum. Við erum með 2 skilgreindar þjónustulóðir, þar af er ein þjónustulóð með sem sagt bæði þjónustu og íbúðum og þetta eru sem sagt samtals 100 fasteignir eða 99 íbúðir. Þannig að þetta geti mögulega aukið íbúðafjöldanum, það fer eftir kannski samsetninguna á fólki þarna en svona 300 manns mögulega, 200-300 manns. 15% samkvæmt. Já. Tölunum sem við sáum á það. Sem sagt, við erum með eina svona megin götu í gegnum hverfið og svo erum við með 3 sem kallast svona skipulagsfræðunum húsaþyrpingar, þar sem er svona miðja og svo eru mismunandi húsatýpur í kringum þessa miðju og í miðjunni eru þá sameiginleg bílastæði og almenningsrými eða leikvellir og svo hérna ofan götunar eru þá rað- og parhús með bílastæðum svona í botnlanga. Þannig að þetta eru svona eiginlega 2 megin týpur af svona litlum svona eða þyrpingum, já. Og hérna ef við skoðum aðeins nær á svona húsaþyrpingu, þá erum við hérna með raðhús hér og svo einbýlishús sem trappa sig niður á móti ánni. Við erum með göng- og hjólastíg næst ánni. Hérna sjáum við eina brú sem er að koma. Við erum með hérna íþróttavelli sem dæmi. Við erum með safnstað fyrir vatn og læk og svo náttúruna sem að fer hérna á milli húsana. Þetta er ekki mynd af akkurat þessum húsum, en þetta er sýnt til að sýna skalan og það líf sem við sjáum fyrir okkur að geti verið þarna. Og hér sjáum við raðhúsagötu með raðhús og svo sér bílastæði fyrir framan húsin og svo sameiginleg bílastæði við endan og svo svona sameiginleg gróðrasvæði á milli einkalóðana. Þannig að markmiðið er að náttúran fá að vera svolítið svona bara villt og náttúruleg meðfram ánni og þar verði náttúrustígur þar sem var hægt að hjóla og ganga og svo með tengingum upp í hverfið og þar væri þessi svona villt og náttúra að teygja sig upp og svo sjá við rauðu blettina, það verður svona sameiginleg miðjusvæði, leikur, útsýnisstaðir, litli lundir og já, rými fyrir skipulagða leiki eða bara leiki í náttúrunni. Hérna við skoðum aðeins í stærra samhengi, sjáum við hérna svona gróflega skýringamynd af núverandi stígum og svo þessum nýja náttúrustíg meðfram ánni og svo erum við að horfa þá á mögulega 2 tengingar yfir ána og þar af eina hérna í gamla brúastæðinu sem myndi tengjast yfir á gamla miðbæinn og svo hina hérna með viðkomu á eynni. Gæti þá mögulega virkjað hana sem útivistarsvæði í leiðinni? Akkurat.
Þannig að við erum bæði með net af svona hefðbundnum stígum og gangstéttum sem að svo tengjast niður í náttúrustigakerfið. Svo hérna skýringamynd fyrir vegina. Þetta svo aftur í skoðun með vegagerð og athugasemdum frá nágrönnum, en við sáum fyrir okkur að hér væri frárein frá Suðurlandsvegi inn í hverfið hérna og svo væri inn- og úttenging hérna frá Árbæjarvegi. Þannig að aðalgatan færi hérna í gegnum hverfið og með innkeyrslu inn í þessar þyrpingar og Raðhúsagötu. Þarna landhallinn á lóðinni gerir það að verkum að hún getur svona náttúrulega drenað sig, og með því að gera ráð fyrir safnstöðum fyrir vatn þá getum við bæði búið til aðdráttarafl og svona falleg svæði, og svo beinum við vatnin og stýrum aftur niður í ána. Og þannig að þetta við höfum alla möguleika til að geta létt verulega á frárennsliskerfum með því að nota blágrænar ofanvatnslausnir, og við gerum ráð fyrir allavega að sameiginlegu bílastæðin á svæðinu verði með gegndræpu yfirborðsefni. Og svo bara svona til þess að skýra, ef að fólk hefur áhuga á að rýna betur í gögnin, þá eru svona sér skilmálar, eða getur maður sagt bara leikreglur fyrir mismunandi flokka, og bara svona til þess að sýna eitthvað svona dæmi um það, þá er stærðin á byggingareitnum og svo heimilt byggingamagn, og svo erum við að miða við hámarks- og lágmarksnýtingu, og erum að skilgreina hámarkshæðir út við vegghæð og svo hámarksþakhæð. Þannig að þetta væri til dæmis 2 möguleikar innan þessara reglna. Þetta er ennþá það opið, sko, að hér er hægt að byggja hús á einni hæð eða hús með hæð með annarri rishæð eða kvistum. Og svo einbýlishúsin meðfram ánni, þar gerum við kvaðir um að þau trappi sig niður þannig að þau fylgi landhallanum, og hér er talað um stærðir lóða og byggingamagn aftur, og hámarkshæð á húsi, og það er hægt að vera með flöt þögg og það er hægt að vera með hallandi þögg, allt í bland. Og svo sjáum við hérna aftur yfirlitsmyndina yfir svæðið. Viltu bæta einhverju við? Nei. Við bara opnum kannski á spurningar. Við svörum því sem við getum svarað og mögulega stíðið inn í eins og þar. Það er kannski alltilega komið fram að við erum svona gæla við að auglýsa hugmyndin er svo að reyna að áfangaskipta þessu eitthvað, taka þá þennan hluta fyrst og við höfum rætt það að auglýsa einbýlishúsalóðirnar eða eitthvað af þeim, þessar hér sem eru hér í haust, og svona aðeins til þess að reyna að átta okkur á hvort það er eftirspurn eftir þeim. Og hugmyndin er að næsta sumar þá munum við fara í þessa götu hérna, þessa stofnbraut sem liggur hérna í gegn, því að það er auðvitað lykillinn fyrir því eitthvað að fara af stað, og það er þessi tenging komi.
og svona hugmyndin og kannski það hluta því að auglýsa lóðirnar hérna á bakkanum í haust að svona reyna að átta okkur alveg aðeins á því sko hver eftirspurnin En þetta svolítið uník svæði, þetta náttúrulega frábært útsýnissvæði og það væri gaman að fá þetta í gang. En einhverjar spurningar út í sal? Magnús? Þú nefndir þetta að vera vistvæn hönnun. Hvert fer skólpið? Hvert fer skólpið? Hvert fer skólpið? Þetta besta lagsviði af landsins. Já. Og erum við í alvörun að byggja nýtt hverfi sem gerir ekki eitthvað alvöru í fráveitumál í staðin fyrir að senda það beint út í bestu lagsvið landsins. Það finnst mér stóð. Já, ég skil vel spurningana. Já. Skólpið náttúrulega eitt, en sen yfirborðsvatn annað og það sem við erum að tala að fara út í ána yfirborðsvatn. Þannig að það sem að lenda á þökum, það sem kemur úr slöngunum hérna út í garði og svo framvegis, það safnast fyrir í jarðvegi og hreinsast á náttúrulegri hátt með því að fara í gegnum tjarnir og svo gegnum jarðveginn sjálfan og svo handan út í á. Skólpið gerir ég ráð fyrir að fara í þar til gerða skólphreinsi stöðvar sem að sveitarfélagið kemur til að skilgreina nánar og standa að hönnun. Við höfum unnið þetta þannig að skólpi frá þessu hverfi fari bara sömu leið og annað skólp í stöðina sem við erum með hérna fyrir neðan. En það bótast í náttúrulega þegar við erum með tækifæri með nýtt hverfi að stíga skrifa og gera svolítið meira og gera svo bara alla leið. Því að ég veit að skólphreinsunin okkar hún felst í því að sigta ólífrænt rusl frá annað fyrir allt í ána. Og það þó sé ógúlega mikið vatn og ógúlega mikið þynning, þá það samt ekki sérlega vistvænt og gott á neitt hátt. Þannig að við finnst þetta kannski líka ákall til okkar, svona ekkert endilega á ykkur, gagnrýni á ykkur, en bara inn á við hér, að þetta finnst mér við þurfa að skoða miklu betur. Ég meina hérna, samkvæmt við nú erum menn að þó bílan og ýmislegt svona tjara og drassi kemur hann í kringum íbúðir yfir þeim mennur að þau hvernig fer það bara beint í jarðvegi? Það eitt sem sagt á sameiginlegum bílastæðum þar sem að við erum með gegngrænt yfirborð, við erum ekki að gera ráð fyrir þegar fólk sé beinlínis að þvo bílan sannlega með sápu og svona. Síðan annað við húsin sjálf, þar sem líklegt að fólk sé að gera það. Og það vatn sem ekki að fara beint út í á. Það ekki svona. Það þarf einhvern veginn einhverja síur eða kerfi til þess að taka við því. En gatnakerfið, fer það beint út í á? Alltaf götunum? Vatn sem safnast á götunar, rennur meðfram stofnbrautinni og endar síðan ofan í tjörninni, þar sem það hreinsast að náttúrunar hendi meira en þegar það rennur bara beint undir sjó eða á og síðan beint þaðan úr þessum litlum safntjörnum út í á eftir náttúrulega hreinsun. Já. Hvaða líkur eru á að þessar bríkóð kaupa? Ég er ekki Mjög erfiðar samgöngur sko núna meðfram rappaði fjóra meðfram þjóðvegi og inn í þorpið. Já, þú ert að tala þessar tvær brýr sem eru teiknaðar hérna fyrir ofanverðu. Ég ger nú ráð fyrir við myndum nú byggja aðri í einu. Ég myndi telja að það væri bara heilmikla líkur á að koma brú yfir þarna, þetta hangir svolítið sama við hver áhugi verður á svæðinu og hvernig uppbyggingi verður, en við erum að horfa á brú þarna fyrir ofan, en ég held að sé nú ekki komin einn endanlega niðurstaða í hvort hún eigi að fara, svo sem verður byggð fyrst, hvort hún eigi að fara hvora við tökum á undan. Ég held að það sé, já ég veit ekki. En þess að hverfið geti virkað sem bara alvöru kostur fyrir fólk með börn, þá náttúrulega bara þarf
þarf örugga tengingu hérna yfir. Það er dálítið mikilvægt að svona brú komi sko snemma í ferlinu, ekki eins og þess að gera í Reykjavík núna, mörgum árum eftir að sko hverfið er byggt sko. Já, það er mjög áhugavert í sem sagt athugasemdum Vegagerðarinnar sem að bárust, er að eitt af því sem að þeir setja hálfgert skilyrði er að brýrnar komi fyrst, eins og þú tala en það er eitthvað sem við erum bara að skoða með sett í úrvislunni á þeim athugasemdum. Ég finn að þetta hefur verið talað lengi með þess að brýr kannski ekkit endilega í sambandi við uppbyggingun hérna á Bjargstúninu, heldur bara út af tengingunni og gönguleiðum hérna upp með ánni og yfir. Þannig að, en ég þori nú ekki að lofa Kvinnherraun fyrir mig það. Mér langar bara að benda á að möguleikarnir á því að einhver áhugi verða á þessu hverfi yrði náttúrulega bara meiri ef að brýrnar eru komnar á undan hverfinu og fólk byrjað að móta sig við hverfið eða fara í svona til að skoða, þá myndi ég halda að það myndi ýta undir áhuga á því að byggja ef það væri komið, það væri ekki bara einhver fyrirheit eða úrval sem það breytist svo kannski bara. Góða punktur, ég þori ekki að lofa Kvinnherraun að verða byggðar en þær koma. Er þetta eignarlóðir á að selja þetta eða hvernig er verðið Það er ekki alveg búið að ræða það til enda, hvort við seljum byggingarétt þarna á einbýlishúsalóðunum eða hvað. Það er svona, við erum ekki búin að útfæra það alveg ennþá. En við höfum, eins og ég var að segja, við höfum mikinn áhuga fyrir því að allavega að kynna þetta og auglýsa þessar lóðir hérna fremst og svona, maður heyrir utan að sér að sé áhugi fyrir þessu. En það er svona fróðlegt að sjá hver raunverulegur áhugi er. Þetta eru aldrei eignarlóðir samt. Þetta eru Nei, alltaf leigulóðir. nei, já. Tóknin hefur verið þannig hjá okkur. Það er eins og aðra lóðir í þorpinu. En þetta eru tiltölulega stórar lóðir, er það ekki, einbýlishúsalóðirnar? Nú frekar. Jó, en samt ekki of. Það er ekki. Það er, já. Við séum hvernig þetta er hann til hliðana, svo erum við samt hversu langt fram með aftur það er lág. Þetta er skýringar þá það eru sem 4 einkalóðir inn í skipulaginu sem eru einkaaðilar. Já, það er hérna. En sveitarfélagið er náttúrulega þarf að leigja upp 4 lóðir og svo er auðvitað sem byggingaréttið ekki, það er önnur ákvörðun. En þessar eru landlögtar, þannig að þeir eru að hafa því að þeir tengst raunverulega frá okkur og þurfa að gera einhvers samning við okkur hvernig þeir tengjast okkar kerfum. En þannig að þetta er aðeins eilítið svona blandað ferðið að þessu leyti. Kannski þegar við búum í Árbyrgi sko að það er eignarlóð og hérna þá er göngustíðunum ykkar hann endar um það. Það er göngustíðunum sem liggur að með mann. Hvar ertu? Við erum í húsinu þarna efst. Hérna? Já. Þessi hérna? Nei, það er Hérna? Já. Já. Ég segi það, ykkar landsvæði enda það. Þannig að göngustíðunum hann liggur bara að hvita og það sem er brúin. sennilega lóðamörkum með þetta. Já. Eða hvað? Jú. Það stendur ekki til þess að reyna að laga neina göngustíð neina öllu meðan það ekkert er gert. Það er hægilegt að reyna að komast þetta á hjóli eða bíl eins og þetta segja það. Það er eiginlega alltaf hægt. Ertu þá að tala með brú yfir? Nei, það er bara með einu með eitthvað. Nú er komin sko brúna ágætis tenging sem var mjög til bóta. En hitt er eiginlega bara afnett. Nei, ég sé að hjóla yfir Árbæðiveginn og upp náttúrulega Nei, já, ég er að inn meina- á Hellu sko. Ég er að meina, já, það sögum að segja. Þannig að svæði býður ekkert upp á hann að keyra raunverulega á veginum sko. Nei, Við erum að hjóla á veginum. Það er ganga. síðan erum við náttúrulega í það eru þetta vinnilega sem er vegagerðinni, Já. það er út af tengingum og þetta erum við náttúrulega velta fyrir okkur göng og hjólaleiðum sem sagt og svo erum við báðar áttum heldur, bæðum Já. sem út af Kórsvelli og við erum kannski aðeins svona að byrja á því og heldum því maður til áfram og sama á við þetta stæði þarna göngubúin náttúrulega yfir rámana en þetta er allir líkið til að öllu nú náttúrulega er verið að leggja reyningúslínuna eins og við vitum þetta í refiðin mörgum og vegagerðin náttúrulega er bara mikill áhuga maður það
að setja leggja örugga tengingar og það er raunverulega tækifæri til þess er raunverulega að vera með góða göngu og hjóluleið sem sagt út úr hverfinu. Ég er alveg saman á því. Ég held að þessi brú hérna sé raunverulega fyrsta brúin sem kemur hérna yfir ána. Ég held að það sé bara viðeigandi svolítið held ég að vera með á gömlu brúastæðinu, svolítið saga bak þetta. En það verður alltaf sko nauðsyn af því að það verði góð göngu og hjólatenging hérna. Og þá þurfum við að fara í eitthvað bandalega með veginn að fara frá raunverulega brúnni og klára okkur hinga. Því að þetta verður alltaf meginlega því að þú nálgast líka þorpið frá ymsum áttum sko eftir bara okkur ekki þjónustu. Hérna ertu kannski meira að fara í skólan, hérna ertu kannski meira að fara í annað. Þannig að þessi leið hérna, og þetta er alveg flóknar tengingar með vegagerðina að fá leyfi til þess að fara hérna því að þetta kallar á það, ef þetta á að gerast þá þarf að vera miðlægja á þjóðvegi, en það er spurning hvernig það gerist. En það er mjög mikilvægt að það veri sett hérna göngu og hjóltenging eins fljótt eins og mögulega hægt er. Og það kostur með að fara í bandar með vegagerðin líka í svona verkefni, að þetta eru 50-50 verkefni milli sveitarfélaginu og göngu og hjóluleið meðfram þjóðvegi 1 eru sem sagt 50 verkefni með kostnaðarlega með vegagerðin og sveitarfélaginu. Þannig að það er svona, en það er auðvitað áskorinu líka hérna út af hérna bara, það er allir áskorinu tengingar eins og við þekkjum hérna og svona það er að vinna með landið og landaeigendum líka, þannig að er líka aðri landaeigendur þarna. Varðandi sko aðkoma af þjóðveginum fyrir þetta hverju og við sem erum upp með ábæðin hérna á að setja hringtorg einhver þarna inn á eða á þessi innákoma að verða eins og hún er núna, hún er svolítið snúin. Dóttir ættileg. Já, sko, aðkoma verður þarna alltaf frá Árbæjarveginum hann inn sko, en ég held að hugmyndi sé að þú eigir að geta farið hérna út úr hverjum ekki inn í það. Er það ekki? Nei, öfugt sko, í aksturstefn og þú svo þverjum, já. Ég sko, það sem að vegagerðin og hlenni rísa þessi verkefni í fanginu. Það er að leggja sko 2+1 veg hérna sem alveg frá Selfossi og alveg austur í Fossvogi. Og það er komið inn á alla plön hjá vegagerðin að gera það. Svo núna eru þeir á fullust að vinna skipulagi í Flóanum og upp að Skeðarmótum og alltaf að ég það næstu verið til 7-10 árum sem því að útfæra alls konar tengingar og hliðartengingar og alls konar bauki kring það og framkvæma það. Og við höfum auðvitað líka verið í vinnunni með göngu og hjólastíg milli Hella og Korsvallar út af Reymókurslínu og eins og þá hafa verið rýningar sem hjá vegagerðinni hvernig ætlar að koma að þessi vegi sem allar leið náttúrulega. Og það liggur svolítið á núna á næstu árum, þetta er ekkert kannski ekki að gerast alveg strax, en það liggur á því að það er fullt af áskorunum sem það leiðir og Hellu og Skeðum, ekki bara þarna, heldur víða. Og það verður bara mjög flókið að finna út af því og finna þá skásta kostin og allt þetta og það er engar ákvæmlega búin að taka eitthvað en þetta þyrfti að fara í rýningu og pælingar af því að svona verkefni taka bara ár og langan tíma en ég held að það sé nauðsynlegt að finna út úr þetta. Þetta er bara mjög flókið verkefni, væga sem. Það er líka aukist árlega bara fjöldi ferðamanna. Já. Ekki svo að segja kemur en bara ferðamenn almennt eru alltaf að snarstoppa og skoða og snarstoppa og beygja og annað. Stoppa að verið í höstunum og... Já, hérna... Já, bara Suðursveginn. Þetta er óbúslega hættilega hérna. Ekki saman með það sko. En einn af þeim valkostum sem hefur verið rættur í Hringtorgi og það er bara nokkri kostir sem hefur verið að greina. Hvar nákvæmlega það væri þú staðsett sko? Það er ekki lent sko. Nei. Þetta er bara að fara að stað sko, Já. En er ekki sérstakt að það er ekki svona skipulag og við erum ekki búin að klára vegtenginguna? Þannig að það sé svolítið þess að það er ekkert... En vegtenginguna... Já, við bara þjóðveginn að komum svo í gegn hvernig þetta tengið inn að skipulaga það fyrst og svo fara að velta fyrir sig hvað vegurinn á að vera. Í stað fyrir að klára vegtenginguna hvernig við ætlum að taka Árbæjarbrautina þegar bara við allt saman og skipulega svo út frá því. Þá kannski gerist þetta ekki næstu 5 eða 10 árum. Nei, Það er kannski valkostunum móti sko. það er kannski, það er ekki okkar sem kannski búum hana. Við viljum bara hafa þetta örugt og gott. Það er kannski eitthvað sem ekki hefur mikið hugsað um.
sem að þetta svo sem eins og ekkert segir skilur sko, við erum bara máta okkur inn í hvað er framboð og eftirspurnin, hvernig fjármögnum við framkvæmdum eftir, ég svo var að tala á við erum í mjög massífum fjárfestingum öðrum sko, þannig að einhvern veginn verður þetta hverfi einhvern veginn að geta borið, það verður allavega óskastaðan eða ekki einhvern veginn sem er þokklega sjálfbært. Þannig að þetta standi undir einhvern veginn fjárfestinguna sem við þurfum að fara í gatnagerð og veitum að þegar við þurfum að leggja að fráveituna, að fráveita verður tekið yfir ánar, bara áttalega í lögn og undir það hvort sem við borðum ekki og veitt í fráveitum til okkur og dælt til það áttalega í nýju hreysistöðuna sem kemur að vera meðan Hesthúsagarðið sem á vonandi verður tækja þreppað stöðið skjótt eins og hægt er. En þetta er auðvitað, Ég ætla að spyrja bara, en verður þetta með aðlaðandi að fara að kaupa þannig ef það er ekki búið að ganga frá vegtingum? Þú veist ekki hvernig vegu þetta náttúrulega liggja og í akstur inn á Suðurlandsveginn öðrum. ég skal ekki segja, en auðvitað náttúrulega verður alltaf vegtengingin, þú kemst frá Árbæjarveginum inn í hverfið en svo framtíðartengingin inn á Árbæjarveginn af þjóðveginum, það er auðvitað eitthvað sem þarf að setjast niður með Vegagerðin og ræða og finna einhver endanlega lausn á. Við erum lengi búin að heyra að tala um það eigi að fara að laga þetta af því þetta sé vond aðkoma í mörg ár, það er ekki gefið. Já. Það er mikið hraði sko, í báðar áttunum. Það er búið líka allt og mikið hraði á Árbæjarvegi. Það er búið að taka þetta hraðans niður Árbæjarvegi og Þykkvabæjar líka núna að 70. Nú er það komið. Vegagerðin og lögreglum bara samþykkja það. Já, svo erum merkingar, þetta er kannski nýtilkomið. Það er búið að taka sér hraðan niður í 70 núna frá Heiðarbrún og alveg niður að Vegamótum og sama eins og á Þykkvabæjarvegi og alveg niður fyrir Veiðihús. Þannig að það er að vinna í þessu hraðamálum og þetta hverfi er nú það lagt upp eins og þessbíli heldur með til að innabæða hraðinnan inn í Garðshverfinu verið 30. Þannig að það er svo sem bara sett niður bara hefðbundir íbúa götu hraða. En þegar þéttbýlismörkin verða komin hingað, eða eru þau komin hingað? Þau eru hér. Þú veist, ef maður horfir til framtíðar og þetta hverfi fullbyggt, getur maður ekki séð fyrir sér að hraðin hérna væri bara eins og innabæðar hér? 50, þú veist. Allt opið með það sko. Já. En þetta er alltaf ákveður sem er búið að taka núna á ástæðu, kerfið. Af því að við erum að tala um Árbæjarveginn, það er fyrsta uppbyggingu bara upp allir Árbæjarveginn. Þannig að það er náttúrulega bara eins og við vitum, það er verið að byggja þar upp á alls konar starfsemi. Getum við ekki þéttbýlið aðeins sko? Já, hittastofu. Það er sem önnur pæling sko. En vonandi verða veitur bara kannski frá burðum hitta, þetta er ekki bóðið mönnum hittaveitu. En það er eins og við veitum þetta snýst að vera vatni á þeim, þetta er kannski magnið. En ég held að það sé einhver síður, sko, mér finnst vera fagnaðarefni að það sé komið þó skipulega á þetta svæði hérna sem að er svona, já, virðist vera svona þokkaleg sátt með. Sko, það er búið að vera að horfa á þetta svæði sem íbúasvæði alveg frá því sveitarfélagi var til. Þetta land kom inn með Djúpárhreppur, sem sagt, þetta kom með Djúpárhrepp inn í sameiningapúllíuna á sínum tíma og það búið að vera að tala um þetta svæði allan þann tíma að fara að reyna að koma ykkur í gang hérna. Og ég held þetta sé hérna spennandi skipulag og bara vona það innilega að það verði áhugi fyrir hjá fólki að byggja þarna og búa þarna. Ég held að þetta gjörbreytir sveitarfélaginu til spettar. Þetta að hafa byggðina svona sikkur með. Það verður mjög samræðan. Sem íbúið þarna uppráð þá er útsýnið alveg glæsilegt. Það er einhvern veginn að byggja að húsin skikki ekki ákvörð þarna eða... Akkurat. Það er eiginlega uppleggi... Það er svona markmiðið, sko. Það skikja enginn með á henni. Allt verður að vera uppið þannig að þú hafið þetta sem þetta í öllum íbúðum, sko. Já, það er alveg ómyndarlegt. Annars hefur við getað byggt þetta miklu þegar. Já, það er náttúrulega. Ég segi það er það valkostur sem bara til aðeins á ástæðu, sko. Að það væri þá raun og veru
markaðssetningin á þessu hverju væri það að þú ert að selja útsýnisvöldum. En hallinn á þessu það mikill að sko húsin fyrir ofan sjáu sko út yfir húsin fyrir neðan? Þannig finnst þetta vera svona ekki svona mikill hallir En sko hallin, já. Mótasetningu bara húsum líka. Þú af því að það er svolítið flókið. Að þið verum að vinna með blágrænar ofaslausnir sko. Að þið vorum að tala frá þetta og annað blágrænar ofaslausnir er alltaf miklu betri heldur en að tengja úr götukössunum sem var betri á. Að þú ert alltaf að vinna með yfirbársvagnir annarkvæmt inn á svæðinu sjálfur eða í törnum eða þú ert að stoppa það á áskonarstöðum. Það er áskoranir við blágrænar ofaslausnir og allt annað. En þetta er tvennt sem það gerir það. Þú ert að vinna með þetta út af umhverfissjónarmiðinu. Þú ert að spara ákveðnar innviði í þessu líka. Þú losnar að leggja ákveðnar lagnir og þú þurfum að leggja aðra lagnir líka en til þess að fá þetta að virka þá verður hallin líka að vera réttur. Þú verður með hallar á götunum og þú verður að vera með bótasetningar á húsunum réttar til þess að þetta fara saman eins og það var að fara. Þannig að það verður svona aðra áskoranir á móti en þetta er allt saman hægt og bara virkar vel sko. Við fengið mitt verkfræði ráðgjöf í tengslu með þetta til þess að staðfesta að hæðalínur og rennsli verði rétt og það er það. Já. Og hverfisskiptingin eins og Ástríður kom aðeins inn á áðan, hún er þannig að allir eiga að geta séð yfir nágrannan fyrir fram að sig. Þannig að húsin sem eru þarna efst á myndinni eru 2 hæðir. Þessir að hæst þetta. Þannig að efri hæðin nær yfir þau hús sem eru síðan þar fyrir framan sem eru 1 hæð. Svo hinum við götuna þegar þú komið smá andrými frá þeirri byggð, handan við Bjargsbrúnina, eru þá 1 til 1,5. Semst lægri heldur en þær öftustu en kannski svipuð á þau sem eru hann í miðunni og svo eru þessi fremstu þessi hæð sem er að vera að trappa sig niður. Það á að vera fjallasýn úr öllum húsunum hann í hverfinu. Já. Nefna fullin hverfi. Nefna fullin hverfi. Já. Það er að bæta á einhverju rauðu sem Ég er komin á tíma. Eru fleiri pælingar með þetta? Nú er tækifærið. Arkitektarnir á staðnum og skipulagsfulltrúin er hérna í salnum líka. Ég var bara búin að skrifa það sem maður þurfti að segja ykkur þannig að maður býður til svari. Mér langar, ég heiti Gunnar og fórum að skipulagsnefndar. Mér langar líka að segja að þó að sko athugasemdatími sé liðinn formlega í yfirlýsingunni, þá er ennþá hægt að koma athugasemdum á skipulagsnefnd og fulltrúa og sveitastjórn. Það er ekki bannað að gera það, bæði náttúrulega erum við hérna og svo er hægt að gera það bara framvegis í tölvupósti eða hvernig sem símtölum eða hvernig sem er. Hugmyndakvæmt. Og bara hvernig sem er, þannig að ekki vera feimið við að senda umsagnir og athugasemdir áfram. Þó þetta hafi verið auglýst í 6 vikur núna fer þetta náttúrulega næst inn á fund hjá okkur í nefndinni. Já, fyrsta fimmtudegi í júní. Þá eru farið yfir allar athugasemdir og svo verður náttúrulega ef það verður einhverja grundvallarbreytingar á þessu eftir athugasemdir þá er þetta bara auglýst upp á nýtt. Það er heimild til þess sko, en það er ekkert víst að verði þörf á því. En þetta verður allavega vel kynnt allar breytingar eftir athugasemdaferðinni. Þannig að þetta er bara vonandi heilla spór. Já, og það eru þetta markmiðið að það verði ekki ykkur óánægja með þetta. Við erum að reyna að gera þetta þannig að það sé sátt þetta. Það er gríðarlega mikið atriði. Það er ein praktísk spurning, kannski Jón, þú hefur mest vitað því. Sko, ef það kemur ykkur hringtorkana sem vonandi gerist einn daginn, hvað sem þannig verður náttúrulega staðsett, hvernig er kostnaðarskiptingin í hringtorkinu? Þetta er allt sem hann vegagerðin. Allir 4 stúdarnir, þannig að allt vegagerðin. Mjög vel. En það er ekkert á næstunni? Nei, ég segi það. Þessi samtalið bara aðeins byrjaði í pælingum sem með okkur bæðið og með landeigendur líka. Þetta er bara sem ég var að tala þetta er bara mjög flókið mál en þetta er bara svona að vanda sig að tala sér saman hvað það sé ykkur lausnir sem eru þá mögulegar og við höfðum því opnu líka að það getur haft áhuga á garðskari líka neitt á hendir. Þannig að
alveg við svolítið stýrum því. En eins og ég var að tala áðan, bara leiðið og Hellu og alveg út af Selfossi bara einn afsett áskorun. Ég held kannski að sé brýnt að svona endanlega staðsetningar á þessum tengingum komist inn á skipulag, svo sko fjármögnunin kannski í seinni tíma mál en að fólk viti nákvæmlega hvernig þetta eigi að vera. Maður veit svo sem aldrei hvaða peninga Vegagerðin með hverju sinni og þeirra áætlanir breytast eins og vindur. Ég sé mér út frá reynslunni af Árbæjarveginum sko að mér finnst mjög nauðsynlegt að hafa hringtorg þar og sama sko eins og með Þykkvabæjarveginn sko þar eru bílar að stoppa og fara svo niður Þykkvabæjarveginn og rétt maður smegja sig framhjá kemur eldsnöggir að setja bremsljósin á og eins líka ef það ætli að fara inn í hverfið eins og trúlegt að hann leðst að sá sem að koma út úr hverfinu ef það notað þá sama innkeyrslu vandræði eins og allstað annars staðar. Þetta er svolítið erfitt. Af því að einstefna, er það ekki einstefna? Jú, það væri þá ekki hægt að fara hér, þú veist, það er ekki hægt að þvera, bara það er þá fránum. En það kallar sem smá eins og sagðan, það kallar sem smá það að Vegagerðin heiminn það ekki nema að setja á miða eða þurfa eitt sko og maður skilur það, þannig að maður setja bara að svindla og svona og bara Þá er það kunningi sem hinum yfir götuna sem að sína hellana og bílarnir að keyra inn og út. Það líktir að samræma það einhvern veginn. Það 1000 áskoranir. Ég held samt að sko að það myndi setja svona aukið þrýsting á Vegagerðina að leysa þetta ef að við sætum, ef að kæmi út úr þessari vinnu að það yrði verulega eftirspurn eftir lóðun hana, að það myndi setja aukað þrýsting á Vegagerðina að vinna í sínum málum en ef það verður svo engin eftirspurn eftir þessu að það svona kannski myndi ekkert ýta á þá sko. Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá hvort það áhuga fyrir þessu svæði. Ég hjá til Jón að þú sagði að samráð við landeigendur, hefur sveitarfélagið haft frumkvæði að því? Það er svona byrjað. En þið hefur ekki haft frumkvæði að því? Það er eins og við erum bara svona að vinna þetta og það er þetta margir landeigendur þarna á leiðinni alltaf, en það er þetta svo sem bara verið að svona stíga fyrstu spórum og búa svona til einhver svona bara svona vinnuhópa til þess að fara að bæra að sjá með þetta. Það bara tekur tíma en það vonandi getur bara að sigla því hægt og öllast. Hefur ykkur verið aðtöð að gera ykkur mælingar á sko vind og ástöðu húsa gagnvart vindi og svoleiðis og við lendum ekki í svona skipulagshverfismáli eða Hrafnartorgsmáli? Já. Nei, sjálfur sér hafa ekki verið að gera formlegar vindgreiningar en þetta er það lágreist byggð og stærðir sem við þekkjum að ég held að þetta er ekki verið neitt vandamála ef það á annað borð að byggja á þessu svæði sko. Og eins og við gerum líka ráð fyrir að eins og Ástríður kom inn á að náttúran fái aðeins að njóta sín líka. Það er mikilvægt að horfa á það hvað fólk er að sækja í þegar það íhugar að flytja hingað. Segjum sem svo að þú sért að koma úr borginni þá viltu ekki borgina kannski. Það viltu þess að návist við náttúruna og umhverfið og svona. Það er samt svæði sko, en ef maður svona bara spáir það líka upp á hvernig göturnar snúa og húsin snúa við göturnar, hvort það sé, hafi einhver vinna farið í það að hugsa það að sé ekki að búa til einhvers konar svona, já það sé frekar verið að spá í vindbælingu heldur en eins og við þekkjum, það getur gerst. Einmitt. Það er erfitt á Íslandi að fá bæði útsýni og logn. Já, það er Einmitt, akkurat. Mjög gott. Eigum við að slá botninn í þetta ef það er ekki fleiri sem Heyrðu, þá er þetta bara ágætt. Við þökkum ykkur bara fyrir. Takk svo mjög, takk. Já. Áttu
2000. Já, Já, það þú er varst- Hrólfur. já. Hérna, þetta er ykkar. Jæja, eigum við að eigum við ekki bara að ljúka þessu með því að opna fyrir ef það eru einhverjar spurningar og við getum svarað þeim að þá er bara sjálfsagt að verða við því ef það er svona einhver önnur mál, einhver sérstök. Það þá munum við bregðast við því. Engin sérstök mál, það er bara fínt. Þá held ég að við fáum okkur bara kleinu og ég segi þessu fundi slitið.